Komið sæl og blessuð og velkomin í þáttinn Frelsið yndislegt. Ég Guðmundur Ingi. Nú eins og venjulega þá erum við að ræða allar hliðar fangelsmála, hvað við erum að gera rétt og hvað við erum að gera rangt og hvert stefnum við í þessu málaflokki. Við höfum rætt við fólk úr öllum áttum og munum halda því áfram, en næsti gestur þekkir flestar hliðar þessa mála, enda var hann fangelsmálastjóri árunum 2004 til 2008 og hafði einnig leyst af sem fangelsmálastjóri 89 til 90 minnum við, en hann var einnig ríkissaksóknari á eftir. Hann var gestgjafi minn í nokkur ár, þó ég hef alltaf verið kurteis og góður, þá var ég kannski ekki alltaf stiltur, en hann kominn hérna til okkar, Valtýr Sigurðsson, vertu velkominn. Takk fyrir, gaman að koma og sjá þetta hjá okkur. Já, við í Afstöðu, við munum mjög vel þegar þú hættir hjá Héraðsdómi og gerðist fangelsmálastjóri og á sama tíma þá hætti Þorsteinn Jónsson fangelsmálastjóri og fór til Hæstaréttar og það var sagt á Litla-Hrauni að við þetta tækifæri þá hafi dómstólar sýnt iðrun sína í verki. Hvað finnst þér um það? Ég veit ekki hvort ég kalla þetta nú að fara úr turninu niður á torgið svona almennt. Það voru margir mjög hissa á þessu. Ég skyldi gera þetta og faðir minn aldraður sagði bara æ, þegar ég sagði hann og ég ætlaði að hætta sem dómari, ég hef búin að vera í 20 ár dómari. En ástæðan fyrir því, þetta er nú tilviljun í lífinu, fyrsta lagi hafði ég verið hjá stofnuninni 1 ár, leyst af og fannst þetta gaman. Svo fór ég aftur í Héraðsdóm Reykjavíkur og 2004 haft samband við mig og þá Þorsteinn Jónsson að hætta og þeir vilja ekki að neitt taki við hjá stofnuninni sem að hugsanlega myndi sækja og hvort að ég myndi ekki vera svona 1 mánuð að leysa af aftur á meðan á ráðningarferlinu stæði. Jú, það var allt í lagi. En svona þegar fór að líða á mánuðin þá hugsaði ég bara það verður bara gaman að fara í þetta jobb. Þannig að það var margt að gerast og maður þyrfti margt að gera. Svo sem ég hringdi í ráðuneyti og spurði hvort að það væri í lagi að ég myndi sækja sem kom mjög óvart og svo ég sækja og fæ starfið. Og þetta var mjög skemmtileg tímabil hérna frá 2004 til 2008. Já. Við hjá Afstöðu, við rekjum svona stofnun Afstöðu svolítið til þín. Þú hefur átt svolítið þátt í því og hafir hvatt okkur til að stofna það. Manstu eftir því? Ég man nú ekki eftir því að hvatt eitt en ég vissi, eða sko fljótlega eftir að ég kom til starfa, þannig að þá man ég eftir því að ég fór með tölvuna mína austur í Litla-Hraun og hitti Afstöðu og ástæðan var svo að það var bara aðalstarf lögfræðingastofnunarinnar að svara kvörtunum fanga og svara bréfum umboðsmanns og þetta virtist einhvern veginn vera svo erfitt að ég fór bara, opnaði tölvuna og fundaði með okkur og sagði bara hvað getur gert, hvað er hægt að gera, hvað er að? Og ég held að þetta hafi verið upphafið að góðu samstarfi okkar alla tíð. Og allavega veit ég til þess að umboðsmaður Alþingis var mjög ánægður með það að málum hjá honum bara fækkaði þannig 50% á stuttum tíma og mér tókst að flytja starf lögfræðinga stofnunarinnar og fá ráða félagsráðgjafa sem þannig að það þyrfti ekki að vera að svara kvörtunum heldur að bara leita leiða til þess að leysa vandamál. Já, en þegar þú kemur hérna inn þá tekur þú líka mjög hart á eineltismálum til dæmis sem voru. Mér man að það var eitt af svona stóru verkefnunum kannski. Já, við fórum í það saman og sjálfur sér með aðstoð ykkar af því að mann fannst það skrítið að þarna væri verið að ráðast á svona og bara ráðast á menn og leggja það á einelti og þarna ætti nú menn að standa saman allavega þá gegn þá einhverjum utan fangelsins og kerfunum en ekki níðast hver á öðrum.
Nei, þú áttir það til að fara bara inn í klefa hjá mönnum og heyri í þeim. Já, það var ekkert, maður var vanur því og Keflavíkur áranum að þetta var svo mikið nálægð við alla og Þú er ekkert verið skelkaður við að fara? Nei, síður en svo, þetta var ekkert, það var engin skelkaður. Það sem að fannst skemmtilegast við þessa stofnun, fangelsismálastofnun, það var að konurnar þarna þær unnu þarna svo miklum áhuga og það var engin hræddu við einn eða neitt, það var bara að vinna og sem allir voru að vinna saman. Þetta Ég var man mjög að skemmtilegt. Afstaða fekk held ég sem fyrsta styrk frá fangelsismálastofnun þegar þú varst 500.000 krónur, manstu eftir því? Nei. Það var sem sagt í forvarnarverkefni, við Já. gerðum held ég myndbönd sem að var sýnd held ég í bíóhúsum landsins, sem sagt vilt að þinn vegur endi hér eða eitthvað svoleiðis, ég man ekki hvernig var. En Þetta var mjög skrítið bara þegar við vorum að funda fyrir austan að við máttum eiginlega hvergi vera því að þið máttu ekki koma inn á inn í stjórnstöðina að funda herbyggi þar. Svo við vorum hérna í heimsóknarherbygginu og þetta var svona viss tortryggni hérna ríkjandi hjá stjórnendum að við værum hérna alltaf að funda og það endaði með því að 2008 þá kom nýr stjórnandi til starfa við Litla-Hraun. Já, en þegar þú sem sagt ert þarna þá sem sagt breytist til dæmis A-starf, það var miklu meira í þinni tíð og er í raun og veru ennþá svona eins og það var þá. Nú fangar fengu að sækja A-fundi fyrir utan fangelsið og fangakórinn var stofnaður, ég veit ekki hvort þú manst eftir honum. Og fangar fóru á tónlistarnámskeið. Heldur að þetta hafi skilað einhverjum árangri, svona þessir hlutir? Ég veit það ekki, þú getur bara sagt það. Já, ég held að þetta var mjög skemmtilegu tími og það var mjög gaman og svona breytir aðeins deginum að fara í eitthvað svona eitthvað nýtt, já. Já, og náttúrulega hafa einhverja fyrir stafni að hafa vinnu og þetta sé reynt að gera það sem hægt er að gera. Það vantaði náttúrulega alltaf pening og skólastarfið, það vantaði pening svo sem, en það var ýmislegt gert þarna með litlum kostnaði. Já, en það hefur væntanlega verið þín hugmynd, eða ekki, að fangar hefðu nóga fyrir stafni? Já, það var bara sameiginleg hugmynd og við gerðum náttúrulega, við vorum að breyta lögunum, sko, þarna 2004 var nýbúið að leggja fyrir þingið frumvarp sem að Björn Bjarnason var gerður afturreka með og þingið hafði kallað þetta mannfjandsamlegt frumvarp og við fórum í að endurskrifa það og þar kemur inn náttúrulega þessir sem var meðferðar áætlun og reynt að búa til einhverja umgjörð vistina og ég var duglegur að fara út og hitta kollega mína úti og sjá hvað þar var að gerast og ég með þess að hekk Björn Bjarnason með mér að skoða nýtt fangelsi í Danmörku og Þórunn Hafstein kom með líka þess að það var bara að sjá hvað þeir væri að gera, hvernig þeir væri að byggja fangelsinu. Því að þegar ég kem þarna 2004 þá stóð til að loka Kvíabryggju og byggja þetta öryggisfangelsi með múri í kring og taka við af Litla-Hrauni eiginlega. En þessu breyttum við og stækkuðum Kvíabryggju og eldum hana sem var bara mjög gott. Þú varst svolítið talsmaður svona opinna úrræða, eða ekki? Já, reyna bara að gera fangana ábyrga fyrir því sem mest sem hægt væri að þeir væru bara sjálfur, þeir þyrftu að taka ákvarðanir sjálfur en það var ekki gert fyrir þá bara á öllum vígstöðum. Allavega hjá okkur og svona þess sem eru í þessum málaflokki þá hefur þú verið kallað svona umbyltingar sinni og harður talsmaður betrunar. Er það ekki svolítið rétt lýsing á kannski þínu starfi sem fangelsismálastjóri? Það veit ég ekki, mér finnst þetta bara
gaman að reyna að vinna, hafa einhver markmið þarna og þetta er svo sem allt markmið sem voru annar staðar frá. Bæði svokallaði pyntinganefnd og bara og þessum stefnum og straumum sem voru í gangi. Þannig að ég fann ekki hjólið sko. Þannig að bara ég aðhylltist þessu kerfi og það taldi að það með aðstoð væri hægt að meðal annars ykkar væri hægt að koma miklu til leiðar. Já. Og ég vona að það skila sér. Ég er ekki nokkrum efa held ég. Nei, en ef við förum aðeins í dómarastörfin, hvaða skoðanir hafðir þú á refsingum þegar þú varst að gegndir dómarastöður? Ég hefði ekki mikla skoðun á refsingum frekar en aðrir dómarar sko. Maður bara dæmdi og svo bara næsta mál og maður var lítið að hugsa það voru enga persónuskýrslur sem fylgdu mönnum eða það var bara keyrt í gegn og auðvitað tóku mál misjafnlega á mann sem dómara en bara þegar máli var búið þá bara næsta mál og bara hjóli var svona. Þannig að þessar skoðanir hafa kannski ekkert breyst þó að þú hefði síðan farið í fangelsismálin eftir það? Nei, ég reyndi nú samt sko að bauð dómurum í ráðstefnu fyrir austan og fékk hérna fanga til þess að koma og mæta á ráðstefnu til þess að segja sína upplifun af meðferð fyrir dómi og það svona og það var margir sem voru bara stór hneykslaðir á þess að vera að tengja þetta eitthvað saman sem mikill misskilningur og þetta sorglegt að hvað lítið gert á milli sko bara fangelsismálastofnunar og dómstólana og það bara meira annar staðar eins og í Danmörku þar sem að persónuskýrslur allt fylgir frá fangelsismálastofnunum og tillögur tillögur samfélagsþjónustu og allt það náttúrulega kemur það gegn dómstólinn en það er allavega það mætti vera, menn mættu hugsa meira hvað það var að gera. Við finnum þetta líka svolítið eins og til dæmis bara hjá lögreglu í raun og veru að þar eru mál kannski látið bíða mjög lengi að því að manneskjan hvort sem komin í afplánun þannig að þeir eru með mikið af málum í kerfinu og það ekki verið að flýta sér svona okkur finnst svona stundum að það vanti einhverja að þeir átti sjá að þarna manneskjur og það manneskjur úti að bíða svona þetta kannski eitthvað sem maður má fara í og laga. Þetta náttúrulega bara þetta var fyrsta sem að gerði sem ríkissaksóknari það var að fara í reglurnar og búa til meðferðar hraðareglur og reyna setja einhver mörk á rannsóknmála og mér finnst þetta alveg skelfilegt en þetta í dag, ég fylgst með þessu og mér bara rennur til rifja að sjá þeirra í dómi það sem verið að telja upp sko, síð eftir síða smábrotin sem eru viðurkennd og hefði alltaf en það verðist bara að því hvað nýtt brot þá að bíða að gefa næsta og svo safnað saman einhver ógnarpakka 100 afbrot já og svo dregst þetta og dregst og þetta alveg mér finnst þetta alveg skelfileg viðbrögð. En finnst þér refsingar of þungar í dag eða? Ég bara veit það ekki, ég bara hef ekki skoðun á því sjálfum sér sko. Það bara einstaklisbundið og það náttúrulega gott að geta gert það meira út frá því sem maður veit mannin hvort að hvað verið að gera fyrir hann en það verður að vera jafnræði því líka og það svona hluta því að vera í sakamálum það að skynja svona refsirammann og skynja. En ef við tölum varnaðaráhrif, finnst þér refsingar hafa varnaðaráhrif? Já, það gera það í sjálfum sér og svo bara spurning hvað hægt að gera svo þegar að vera skilorðsbinda sko dóma án þess að gera nokkuð bara skilorðsbinda vegna skilorðsbindingar og svo bara það búið í staðins að tengja þetta þá einhverjum úrræðum og skildum nota sérskilir sem eru bara ekkert notuð áfengismeðferð þar eða sálfræði þjónustu eða eitthvað það vantar bara til dæmis það þýðir ekkert að binda svoleiðis
skilorðsdóm einhverjum svoleiðis úrræðum þegar fanginn á að borga þetta sjálfur og Já. hann er bara fallinn bara um leið. Ég ætla að næsta spurning var einmitt hvað finnst þér fangelskerfi vera að skila árangri? Ég veit ekki hvernig þetta er en þið eru sannlega miklu meira með puttan á púlsinu með það, hvað gerir þeir, hvaða árangur þetta er að skila og hvort það er að tala um árangur og hvað er þetta að gera betur. Ég held að sé hægt að gera mikið betur á öllum vígstöðum. Ég man svona eitt af þeim kannski máli sem að okkur greinir kannski oft mest á við fangelsyfirvöld, það er þessi endurkomutíðni. Við viljum meina að hún sé sko mjög há, 50-60%, en Fangelsismálastofnun birtir og segir að það sé kannski 20 og eitthvað, en það er náttúrulega mjög þröngur tími, veist, það er talað ef þú kemur ekki inn aftur innan 2 ára þá ertu að koma inn í fyrsta skipti. Já, þetta er náttúrulega þetta er samnorræn viðmið og mælikvarðar og við erum bara hluti af því og sendum okkar tölur inn í það og þar lítum mjög vel út en endurkomutíðin á náttúrulega ekki verið 50%. Nei. Það ætti ekki að Við höfum stundir sko, þetta er eitt af þessum atriðum sem að gerir mig stundir svona svolítið reiðan þegar ég sé þetta birt sko. En auðvitað er þetta náttúrulega bara, ég hef stundur staðið upp og spurst, ok, en hvað eru margir í dag sem hafa komið áður? Og þá er talan 50% sko. Þannig að svona mann finnst sko ef að þetta er ekki einhvern veginn almennilega sett fram og viðurkennt að þá kannski er ekkert endilega mikið að breytast í raun og veru. Nei, menn er ánægður með kerfið bara. Nei, ég held að sé engin ánægður með endurkomur bara yfirleitt, hvað sem er í prósentum. Það er að reyna að fækka þessu og helst að koma enginn aftur. Já. Og hvað þarf til þess? Það mætti reyna allavega allskins sérskilyrði og vinna út frá persónulegum þörfum hvers og eins. Já, við hjá Afstöðu við höfum verið að koma með þessar hugmyndir að það þurfa að deildarskipta miklu meira og lokuðu fangelsunum og menn vinni sig upp og það er svona ákveðið gulrótarkerfi og allir séu jafnir fyrir öllum úrræðum, þannig að ef þú stendur þig vel þá áttu jafnan rétt. Hefur eitthvað kynnt þetta eða veistu? Nei, ég veit ekki hvernig þetta er í dag. Þetta var svona, þetta var það markmiðið í sjálfum sér að búa til einhver fyrirmyndagang og vera svona meira frelsi en hvað er hægt að gera í svona þröngu batteríi eins og þarna fyrir austan veit ég bara ekki reynt að gera ýmislegt en bara þú manst nú þegar ég er hérna sko þá mátti ekkert gera, fangar mátti ekki, það kom ekki til greina að elda. Nei. Og með þessu Kvíabryggju þá voru hérna sprenglærðir matreiðslumenn þegar mátti ekki koma inn í eldhús í opnum fangelsi. Þegar við fórum í nýja fangelsi í Danmörku með Björn Bjarnason og Þórunn Hafstein, þá fórum við inn í fyrstu deildina sem var búið að opna þá og þar voru rockarar og menn voru þarna mjög massaðir og tattúveraðir í eldhúsinu með sveðjurnar og við löpum hann í gegn og mannum fannst nú bara nóg það. Þá voru þeir elda. Já. En hvað, þeir finnst að það eigi að auka opin úrræðið ekki? Eða svona hlutfall eigi að vera meira? Eftir því sem hægt er og reynslan og opnum úrræðum er góð, en hvort hún er góð vegna þess að það hefur eitt og sér áhrif eða hvort að valið inn í opnu úrræðinu er svona góð eins og Kvíabryggju. Það er ekkert mikið brottfall á Kvíabryggju liðinu, menn meta frelsi þar mikil svo vilja ekki standa sig á með þeir eru þar allavega. Hvað kom þér svona mest óvart í þessu starfi sem fangelsismálastjóri á þínum tíma? Það var bara sko, það var mjög margt. Þetta er sko umhverfi dómara sem mjög sérkennilegt að menn eru bara með að dæma sín mál og auðvitað þekkja menn lögmenn og er í fótbolta með því að gera eitthvað. Það er engin að kássast í dómaranum, hvorki pólitíkus né aðrir sko. Dómaran er með sín mál. Það er bara einu sín og öllu þessu ferli manni eftir að ráðherra hringdi í mig og sagði bara
ég var beðinn að hringja og ég ætla bara að standa við það og svo var það búið. Og bara daginn eftir ég kom í fangelsismálastofnunar þá bara byrjar bara hringingarnar sko, pólitíkus og aðrir bara getur þess ekki farið á Kvíabryggju og þetta allt, það er bara alveg gjör þessan annar heimur. Já. En nú er oft rætt að fangelsismálastofnun sé fjársvelt, það gangi illa að fá pening. Hversu mikil barátta er það að tryggja fjármagn fyrir stofnunina fyrir? Sko, mér fannst ég nú bara að vera komin sko, eins og bara í Olíufurstaríki hefur kom til fangelsismálastofnunar miðað við dómstólunum. Því þar var sko, það fikk ég fyrsta skipti dagpeninga fyrir að vera að ferðast stofnunarinnar sem formaður dómarafélagsins hafði maður skrölt á alla fundi og ráðstefnur bara maður fekk ferðarkostnaðinn og búið og mátti þakka fyrir það. Og ég á tölvupósta sem ég skrifaði dómstjóranum og sagði sko væri ekki hægt að kaupa eina fartölvu fyrir dóminn vegna þess að menn eru að fara út á land og svona sko, því var hafnað. Og annan tölvupóst er þetta að kaupa nýtt lagasafn í dómsalina því að það er búið að breyta svo lögunum. Því var hafnað að það var búið til skrá yfir öll ný lög og það var sett inn í dómsalina. Svona var þetta bara. Og enn þann dag í dag eru dómararnir mikið til að skrifa bara frá A til Ö, málavaxtarlýsingar og allt, engin aðstoð. Það er ekki, á sama tíma er Alþingi að ráða sko 17 nýja aðstoðamenn fyrir þingmenn bara því að það er gert í útlöndum. Þú komst aðeins inn á það áðan í varðandi þegar að vera að dæma brotamenn að það þyrfti að nota kannski meðferðarúrræði meira. Sérðu það fyrir þér að það væri hægt að gera það meira? Eða? Sko, það þýðir ekki, þetta er í lögunum, það þarf ekki það þarf bara að nota öðruvísi og hann er notaði öðruvísi og það þarf meira samstarf og það þarf að búa þetta, það þarf að liggja fyrir eitthvað hvað nauðsynlegt er að gera. Einhver persónuskýrsla eins og með fanga bara að svona er staðan hans, það þýðir ekki að koma bara í dómsalinn og segja ég bara ætla mér að ganga bara mjóa veginn áfram og ég ætla að breyta mér og allt það og dómarinn verður bara að trúa því það liggur ekkert fyrir. Við höfum einmitt tekið að þetta er ekki nota neitt í dag held ég, þessi úrræðis dómara og svona okkar tilfinning er að það mætti jafnvel fjölga þeim, reyna að koma einhverju eins og myndist á sálfræði viðtölu eða meðferðir eða eitthvað slíkt. Nú er verið að lengja til dæmis samfélagsþjónustu úr 12 mánuðum í 24 og finnst þér að dómstólar eigi að dæma menn í samfélagsþjónustu eða finnst þér að fangelsismálastofnun eigi að sjá að setja menn í það? Sko þetta er búið ráðsteytingar steinn innan dómarastéttarinnar alla tíð og áður ég fór til fangelsismálastofnunar sem forstjóri þá var ég þeirra skoðun að þetta ætti að vera áfram þarna hjá fangelsismálastofnun. Ég sá bara ekki fyrir mér að dómstólarnir hefðu neitt með verkefnið að gera meðan þetta var svona að þeir vissi ekkert mannin. Það er þá að breyta kerfinu og það er að koma einhver rannsókn og greining á fanganum inn í dómsmálið en ekki bara eins og þetta í dag bara að fangi segði þetta og hitt og svo fengi hinir og þessir reynslu samfélagsþjónustu og annar ekki. Og ég flutti erindum þetta á lögfræðingaþingi í Oslo þar sem ég varði þetta kom manum mjög óvart að dómari væri hliðhollu því að þetta væri þetta kerfi áfram og töldu þetta brota stjórnarskránum blablabla. En meðan þú hefur þennan möguleika eins og hjá fangelsismálastofnun að á einu stað er farið yfir allt kerfið og það eru umsóknir og svo er þetta líður hérna smá tími frá dómnum og þangað til að er ákveðið að fái samfélagsþjónustu. Ég get ekki hugsað með betra kerfi. Þannig. Við erum
Við erum svolítið smekið við þetta núna, sem sagt að við teljum það mjög gott að þeir að lengja samfélagsþjónustu í 24 af því að það er ekki gott að fara í fangilsi og hérna þessi úrræði eru góð og eru að virka en við höfum áhyggjur af því að dómstólar munu ekki alveg fylgja þessu, þeir munu dæma menn kannski hækka dómana út af þessu af því þeir fara stundum eftir almennis álitinu og það er oft kraf það að menn fari inn og þar af leiðandi munu dómar hækka. Hvað heldur að það sé hætt á því? Ég veit ekki, þetta er nú svolítið svona náttúrulega byggt á dómvenju og menn reyna að hitta á réttu töluna í þessum refsingum. Ég hef ekki mikla trú að menn hugsi þetta svona. Þeir gerðu þetta ekki áður, menn voru ekkert, þeir höfðu bara alla hugmyndum samfélagsþjónustuna yfirleitt, voru ekkert að hugsa hana og ég veit ekki hvort það er einhver ekki kynna að hugsa nú er verið að lengja hana og bla 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 og hann fer aldrei í fangelsi. En með lenginguna ég er svo hræddur að það sé gert bara á sparnaðarforsendum, bara sé ekki hugsa lengra. Ég bara veit það ekki, en ég hef bara mig grunar að það svo margar ákvarðan teknar á svoleiðis nótum. Dómari, fangelsmálastjóri, ríkissaksóknari, þú ert alltaf að skipta liði, hvað ertu að gera núna? Ég er nú bara að reyna ég er nú 76 ára gamall og er nú að reyna bara og ætlaði að vera hættuhulli á undir löngu, bara flytja og byggja í sumarbústað og reyna að hafa eitthvað annað líf en ég er alltaf þótt ég verið það heppinn að öll þessi störf hafa verið óheimli skemmtileg og fangelsmálin voru það líka. Ég bara, maður vaknaði á hverju morgni og bara beið til 7-8 að fara í vinnuna, bara maður skammaði sín að vera að fara miðan nætur til þess að fara í svona vinnu og fangelsmálin, dómarastörfin voru það líka. Þetta er náttúrulega orðin langur tími og ég er búinn að vera í lögmennsku í 5 ár og er nú svona mestu búinn að draga mig út úr þessu. Ég ætla nú ekki að draga neitt sérstakann út úr fangahópnum eða nefna neinn nöfn eða slíkt en myndur ekki segja að ég hafi verið fyrirmyndarfangi? Já, meðan varst fangi. Já. Valtýr Sigurðsson, þakka kærlega fyrir komuna. Þetta var frábært spjall. Ég þakka ykkur fyrir að hlusta og við sjáumst í næsta þætti. Takk fyrir. Já, takk fyrir bara.